Halló, halló. Halló, halló. Allt að gerast hérna? Hljóðar þetta á? Hins vegar Já. Halló, halló. Allt að gerast hérna? Hljóðar þetta á? Hins vegar Já, býtum. Sjáum þetta fyrr. Halló, halló. Halló. Já, það kemur ekki þarna. Svona. Halló, halló. Suðurfarið. Ekki suðurfarið nú? Það sínum það sem við. Jú, það ekki. Ég tengd það? Halló, halló, 1, 2, 1, 2. Við getum alltaf að hækka bara, ekstra annars það. Ekki slokk. Jú, núna kemur þetta inn. Núna kem ég inn. Kem ég inn í töluna. Í útsendingarna fyrir ekki. Nei. Erum við komin inn? Herra, já, góða kvöldið. Góða Kæra áheyrendur.
gaman að sjá ykkur, eða heyri ykkur, eða fyrir ekki, gaman fyrir ykkur að heyra loksins í okkur. Fyrir hálfleikur búinn, seinni hálfleikur að byrja, staðan 3-0 fyrir Fjölni. Fór ekki nógu vel en að fyrir hálfleikurinn hjá okkur Nei, Aron Kári með rautt. Glórulaust rautt. Glórulaust rautt. Allir rautt. Nei, ég skil þetta ekki ennþá, en það er ekki mitt að skilja. Nei. Það eru breytingar í vændum hjá okkur framurum. Það eru Halli, Mára Ísson og Jóel, það mér sýnist. Það ekki? Já, Danni fór allan út af. Danni Óskar. Nei, Danni Óskar. Nei, hver fór út af? Ég sé það ekki. Það er ekki að segja, bara Danni það fyrir út af. Við erum með það. Tum er það. Ekki ennþá. Maggi Ingi er ekki hana. Biggi Bent er farin. Nei, Biggi Bent er hana. Maggi Ingi er farin út af. Maggi Ingi er farin út af. Er ekki skemmtilegt hvað við erum í svona miklum skemmtilegum giskleik hérna. Þetta er öðruvísi. En, jú. Já, eins og ég segi, Fjölnismenn 3-0 Steinar er líka farin út af. Steinar farin út af, já. Fjölnismenn þá 3-0 yfir. Og já, við vonumst eftir betri seinni hálfleik. Já, ég hef vist að gera þetta. Kynna nýja mannin okkar. Það er Óskar Jónsson, kom til okkur frá Gróttu 24 ára og 28. janúar. Hann er uppalinn Bliki. Spilaði 14 leiki í deild og 2 bikar Gróttu í fyrra. Miðjumaður. Alls spilað 73 leiki og skorað 2 mörk. Og bara fínasta viðbót í hópinn okkar. Já, það verður skemmtilegt að sjá hvað hann getur gert. Ég veist að skila því til hans föður míns, hans Valtý. Já, pabbi, við erum einu færri. Hann Aron Kári fekk rautt spjald í fyrri. Glórulaust rautt spjald og upp úr því var síðan dæmt víti líka sem að Fjölnismenn skoru úr. En það er allt í lagi. Við höfum áður verið einu færri og strákarnir þekkja það alveg. Já. En ég kannski kynni mig, Svanhvít heiti ég. Ég hef lýst nokkrum leikjum hérna á Fram TV. Og með mér er hann Doddi. Já, ég var hérna líka á Fram TV allavega í fyrra. Og það gekk ágætlega vel. Það var alltaf leiðilegt hvernig þetta endaði allt í fyrra, en við þurfum ekki að tala um það. Nei. Kannski græta nokkra heim í sófa meira, en það er gaman að vera hérna. Já. Skemmtilegt, skemmtileg seinni hálfleikur, það er bara vonandi að við náum að laga stöðuna eitthvað. Já, það er vonandi, en við ætlum okkur stóra hluti í ár. Já, í ár. Þetta verður árið sem við förum upp loksins, held ég. Já. Og vona. Já, það er eina í stöðunni, eins og við segjum. En þessi seinni hálfleikur fer að detta í gang, að mér sýnist. Elías Már, Elías Hrafn með flautuna. Það eru skiptingar af Fjölni líka, 3. Gummi Kalli, Kristófer Óskar og Hilmir Rafn er að koma inn á. Já. En ég get í miður ekki sagt ykkur hver fyrir út af því ég bara hreinlega veit það ekki. Nei, ég ætla bara takk undan með þér, ekki hugmynd. En þetta er þetta Fram TV, við þurfum ekki endilega að vita hitlið. Nei, mikið rétt. Það er hann Elías Ingi sem er með flautuna og Bryngeir Valdimarsson og Tómas Piotr Sietal sem eru hans aðstoðar menn. Yes. Maggi á allt fallegu með fyrirlabandi. Flottur strákur á Maggi minn. Já, tekur sér vel út þarna í miðverðunum með bandið.
En það er hinum leiknum í þessu riðli Fylki KR. Hún er með lokið og lauk þeim leik eftir 40 mínútur. Nú? Já, það var staðan 4-0 fyrir Fylki. Já. Það var bara leiklokið. What? Og endaði sá leikur 4-0. Ha? Já, ok, það er nú eitthvað steikt. Já. Ég veit ekki alveg hvað var að frétta þar en svona er þetta. Já. Þá er leikurinn farin að stað, Benni ennþá í markinu. Hér koma Fjölnismenn með skotið og Benni öruggur. Vel gert, Benni. Þennan bolta. Bara útsparkinu og Benna. Tumi fær hann í sig þarna eitthvað en Halli, Jóel vinnur hann, sendir hann upp á Halla en þetta er okkar. Nei, dómari, soft. Þetta var ekki mikið. Það var allt að vera vitlaust á bekknum mér fram. Ég skil það bara vel, það er ekki búið að fara vel með okkur framarana í þessum leik. Nei, Fjölnismenn áttu að fá rautt líka ef þetta er rautt. Já, það var einn góður olbogi sem var gefinn í lok fyrri hálfleik og það var bara aukaspyrna á ekkert. Jep. Þannig að samræmið ekki alveg í lagi hjá þessu dómara tríói. Nei, ég er alveg sammála þér, það er ekki alveg að ganga. Nei, svo má ræða hins vegar víti sem að Fjölnismenn áttu að fá. Já, hendin. Hendin á Ég meina það var miklu meira víti en hitt. Já. Þannig að það er okkur kannski jafnan þetta eitthvað út fyrir okkur en ekkert á sanngjarnan hátt. Nei, alls ekki. Það er okkur rautt fyrir þetta sko. Mikið rétt. Það kemur Benni hérna með bolta og hérna Jóel. Fjölnismenn hreinsa þennan bolta út fyrir. Það Tryggvi hérna. Ég ætla að Jóel tekja þetta. Svo Halla. Nei. Hvað sendi ekki hérna hjá Jóel. Tryggvi. Gerir vel. Það vinnur hann aftur vel gert. Skilja vel gert í honum. Andri ekki alveg nógu góð sendi ekki í honum en innkastin vegum. Andri Arnar einn eitthvað, tróði sér í gegn en Fjölnismenn á að stoppa þetta. Það séu Páll Melberg. Hann kemur hérna upp. Halli reynir að vinna á honum en nærði ekki en Þá færa Fjölnismenn boltan yfir. Þarna töluverður tími sem þeir hafa þarna boltanum en þetta er nú peysut og hjá honum Jóel okkar en við erum boltan. Já. Komum drífa sig. Rólegir, finnir menn. Vel gert. Halli, vel gert. Halli aftur. Er Halli að spila á miðjunni? Er hann að spila í miðverði? Hvað er hann að spila? Hann er djúpur á miðjur. Já, mér sýnist það. Það er skemmtilegt. Svona djúpur á miðju eða þriggja hafsendakerfi, einhvers konar. Já. Við erum náttúrulega manni færri, hann þarf að færa menn til í stöðum. Já, alveg rétt. Gummi. Hóa skiptingunni yfir. Þó svo hann sé ungur að árum, þá er Halli einna, það getur við kallað reynslumestu leikmanninu minnandina. Einn besti bakvörðurinn í Inkasso. Já, algjörlega. Lengi deildinni. Já, eins og maður segir, já. Ég myndi segja að hann væri bestur, sko. Já, sammála, hann var ótrúlega góður á síðustu leikti. Já, hann er örugglega reynslumesti maðurinn í liðinu at the moment. Já, algjörlega. Það er allavega af þeim sem eru inn á núna, sko, þannig að hérna. Það er að koma Fjölnismenn hérna. Sigur Páll Melberg. Fyrrum framari. Já. Kemur sendingan hérna en framarar sem þetta burtu.
koma og vera sterkir þarna framarar, ekki fá okkur klaufalegt mark. Ágætlega gert þarna, Heyrðu, þetta er sennilega hot. já, skotið þarna af. Nei, hann Sýndist þetta nú fara á honum Jóel en En já, við fögnum þessu bara. Já, já. Það betur hvað er hann að gera nú, hann liggur eitthvað Fjölnismaður. þannig að alveg var hreinskilið með það, ég hef ekki hugmynd hvað þetta er, en Þetta var hann Dofreyr sem liggur, held ég. já, Er það ekki? Nei, nei, ég held að hann sé farin út af. farin út af, mér syns það, já. Þetta er hann. Þetta er, já, Helgi Snær Agnarsson. Við erum komið með Magnús Inga hérna upp til okkar, hann ætlar að fara yfir leikmenn beggja liða, hann leiðrétti okkur þegar við á. Það er alveg sammála um að þetta var ekki rautt. Við horfum á þetta í endursýningunni, sko. Hann lyftir hérna höndinu og þetta er fáránlegt. Hann Mingi segir no comment á þetta þar sem hann sá þetta ekki. Það var hans. Þetta er svona fagmannlegt svar, ég ætla ekki að tjá mig um þetta. Já, vel gert. Já, vel gert, Jóel, bara komin út. En við verðum að leyfa þessu Fjölnismenn að vera með boltar alla leikir, sko. Nei, en þeir eru náttúrulega, ég ætla nú bara að leyfa mér að segja svona næstum því með sitt sterkasta lið hérna ná, menn við erum með, Hei, þetta er dómari. nú pjúra aukaspyrna hana. En já, við erum ekki með einn starter hérna ná, frá þessu síðasta tímabili. Já. Þannig að, En það er nú meina, þú veist, fínt að leyfa ungumönnum og svona leikmennum sem fá ekki að spila jafn mikið að spila núna og algjörlega til þess er þetta mót og undirbúningstímabilin. má ekki gleyma því. Þannig að ef ekki núna, hvenær þá? Nákvæmlega, hann sleppur henni í gegn og er hann að skora. Já, Þetta er fjórðamarkið. Fjórðamarkið. Þetta var, já, klaufaleg vörn, svolítið auðvitað í gegn, en ég meina. Það var vel klárað engu að síður. Já, það var mjög vel klárað. Fallega að slúta. Já, Halldór Snær Georgsson sem að skora þetta mark fyrir Fjölni. Og það er þá 4-0 eftir 7 mínútur á seinni hálfleik. Já, hann eru, Það byrjar ekki vel, en nei, 52 mínútur liðnar að leiknum. En það er ekkert að svekkja sig á þessu, drengir. Það er bara áfram gakk og halda áfram. algjörlega. Ára Byggi. Ja, Óskar. Kemur hérna upp allan völlin. Æjæjæj. Það er svo langur bolti þarna, en hann getur hugmynd hjá honum. Já. Það er eins og á flestu öðrum leikjum, engir áhrendur leiður hér. Nei. Það er byrjað að safna staðins þetta fyrir utan hurðina. Já. Það er svona skemmtilegt. Íslendingar finna sér alltaf leiðir. Já. Eins og sást á síðustu leikti, það var hópað sér fyrir utan girðingarnar á öllum. Það var... Maðurinn alveg opinn hérna úti, Helgi. Ég hef spurningu um rángstæð, en já. Vel gert Halli. Vel gert Halli. Las þetta vel, þá kemur Mási hérna í pressuna, en þeir leysa úr þessu. Það var Sigur Páll Melberg. Fjölnismenn halda bara boltanum. Já, þeir eru ekkert að... Þeir hafa enga tapa. Nei, það er rauninni staðan sko, þeir eru bara... Láta okkur elda. Já, Þreyta okkur þannig. já, þetta er bara, þeir eru svolítið svona því sem að við vorum að reyna í fyrra áleik, svolítið svona þolum aðeins, bíða eftir Jep, opnunum og... vel gert um mig, góð vörn. Helgi Snær sem kemur hér til að taka þetta innkast.
Nei, Gengur ekki hjá þeim. Það var yngast sem að eigum. Það var að Biggie Bent. Biggie Bent. Svo náttúrulega leikur á laugardaginn á móti KR. Jú. Þá vonandi stillar hann upp kannski aðeins sterkara liði. Já. Ég býst við því, ég held hann ætla ekki að... Æ. Nei, rangur. Já. Ég held að það hafi verið rétt. Já. Ég ætla bara að treystum dómurunum með það. Ekkert var. Nei. En já, ég ger nú ráð fyrir því að þeir sem eru utan hóps í dag kom inn í hópinn Já, á laugardaginn. það væri fínt að sjá að spila. Já. Stóðu sér vel á móti Fylki, voru bara óefnir, sko. Já, algjörlega. Ég Það er engin skömm að tapa 3-2 fyrir Fylki. Nei, alls ekki. En það er spennandi að sjá hvernig gengur á móti KR. Gaman að reyna að prófa sig á móti þessum stærri liðum. Já, það var að Biggi. Illa, það er ekki nógu mikið talað saman þarna, sko. Nei. Já, rétt hjá núna. Ef þið heyrðu þetta. Kristoffer. Hann tilbaka, fara hann aftur. Fá nógan tíma á boltanum innan Fjölnismenn í dag. Hansi. Sigur Páll. Vilhjálmur. Aftur Sigur Páll. Hans Viktor. Þetta er vel spilað hjá þeim. Hér er það Viktor. Það er vel varið. Það er vel gert hjá Benna. Ég meina þótt að staðan sé 4-0, þá hefur Benni búinn að vera bara helviti fínn í markinu. Ekkert Já. svo mikið sem hann hefur getað gert. Þetta var ástæða dómari. Hann er búinn að vera fínn, sko. Það er... Þetta er búið að vera, þessi 4 mörk eru búin að vera... Ég ætla að leyfa mér að segja það, klaufaleg. Já. Þetta er búið að vera, þetta víti náttúrulega átti aldrei að vera víti og svo er þetta búið að vera, sem svo í síðasta marki, Klaufaskapur í vörninni hann hljópar í gegn 3-4, þarna bara eins og að drekka vatn. Þetta er svona, já, þetta er svona, þetta er ekki fallegu varnarleikur. Nei, ekki það sem við framarar viljum allavega. Nei, alls ekki. Þannig að Ára Benni, Halli gerir vel. Maggi Snær þarf að fara að finna svæði. Já. Snýr vel þarna, kottum með hann, já. Fann þarna Óskar, þá kemur Mási, finnur Halla, Svo skiptinguna. færa yfir. Ok, allt í lagi. Núna á að halda boltanum. Leið og ég segi þetta. Maður má ekki hugsa þetta, hann missaði boltan. Jæja, það kemur langur bolti hérna fram. Benni mættur út. Vel gert, Benni. Gerir þetta vel, hann Benni. En þeir eru að fara of auðvitað í gegnum vörðina, sko. En við erum náttúrulega að spila, sko, Tuma sem er í rauninni bakvörður í miðverði. Já, sem við gæti spila inn, hann er svolítið óviss með hlaupin, sko. Já, þeir eru, sko, þeir voru að fara upp í fyrri hálfleik, voru þeir rosa mikið að fara upp í gegn á upp kantana. Já. Núna eru þeir að fara upp í gegnum miðuna, sko. Koma með sendingar akkurat svona sem kalli gegnum hjartað. Já. Þannig að ég veit ekki hvort að það hefði eitthvað verið. Maður hefði að það var að tala um það, þeir þurfti að passa loka köntunum að passa hlaupi sem komið þar og það hafði Fjölnismenn algjörlega búin að snúa því við hér í seinni. Jú. Þannig að koma, heyrðu, sólinn svolítið hátt þarna en alltaf lagi hann heldur áfram, Mási þarna, heldur boltanum. Heldur boltanum vel, ekki Mási, hvað ætlar hann að gera? Spila út.
Halli, Finnur hérna Halla og Halli skjóttu bara. Þetta er bara í skoti hérna og Halli reynir skoti hérna. Ja, ok, allan að skota mark. Já, fer undan af Fjölnismanni og Sjá, hérna aftur opið. beint í gegn bara. Hei, dómari! Viktor. Hvað Þetta er bara- þeirra kvart yfir þessu? Hann ítt honum bara allan niður. Það var náttúrulega alltaf brot. Já, Ég veit ekki hvað, getur ekki mikið verið að kvarta við þessu en hann dæmdi allan. já. En þetta er svona sem við köllum leið 1. Það er bara langur. Nú er ekkert rosalega háir vardamennur okkar. Nei, Eins og kannski Hansi og hinn félaginn hans í Vilhjálmur. vördinni. Já, Vilhjálmur. já, það eru lítið meiri hæð í Fjölnisvörninni en það mistu við það svolítið Aron Kári fauk út af. Gæti verið að leikurinn hafi spilast öðruvísi með hann í Já, vördinni. Ég meina, já. en Halli rennur hann og Fjölnismenn vinna boltan. Spalli. Gert Jóel gerir þetta vel. Fram er að undirbúa skiptingar. Já, Allir sé ekki þá Anton og Halldór Bjarki. jú, syns það. Óli er hann í arbegjum. Ok. Kleipur hérna inn á teginn Mási. Sendur hann á Finnur Halla. Halla. Halli reynir sendingu sem að gekk ekki. Þá koma Fjölnismenn. Og þá er það Viktor. Maggi kom Gerir þetta feiki vel. Þá eru þið 3-2. Kemur sendingin hér út á Kristoffer. Og Kristoffer skýtur og skorar. 5. markið. Þetta er allt og auðvelt. Þetta er allt og auðvelt. sko. Bara... En, næja, ok, allt er læg. Já, það er Tryggvi sem er að fara af velli. Og Óskar. Og Óskar. Já. Þetta var ekki gott. Það náði Viktor að losa sig allt of auðveldlega og koma þeim í stöðuna 3-2 sem var aldrei að fara að enda neitt öðru sem illa. Nei, alveg sammálaður. Það voru að fara að taka enn eitt spark. Já, þetta er, þetta var, það lega bara sér léttilegt. Já, Þetta vel gert Jóel. vann hann vel tilbaka, bjargaði félaga sinum hana, kemur Andri, Gert Halldór fína fluftu. hælspyrnu hana. Notaður lögbreytuna. Það leiti tilbaka, já, allt til lagi. Fínt, sjá hérna og búti. Mási leitar hérna inn á völlin, þá er Halli. Bjóði ykkur, Já, vel gert. Flott Aftur spil. á Halla. Flott spil, heyrðu. það er Það fínast kemur. að spila. Ég hef trú að við þurfum að vinna mjög mikið með Mása og Halla í dag ef við ætlum að reyna að skora mark. Já, Að algjörlega vinna sammála. upp með þá. Já, algjörlega. Það er allavega samt gott að sjá að þeir eru ekki búin að kasta inn hangklæðinu. Þeir eru að halda áfram að reyna að spila og hérna sækja. Gott að næla sér í eitt mark. Já, Alltaf algjörlega. gaman að skora. Já, nákvæmlega. Bara svona einstaklingsframistæð. Heyrðu, dómari, Einmitt, þetta er flagg. nú- Já, ok. Það er nú... Það er Maggi Snær. Hall er bara komin inn á miðuna. Já, ég fíla það. Maggi með sendingum þarna inn á Mása.
Ási tilbaka á Halla. Halli með sendingu út á Jóel. Það var bara spurning hvað hann gerir með boltan. Sendir hann á Halldór Bjarka. Halldór finnur Halla. Halli niður á Tuma. Þeir þurfa bara að halda aðeins í boltan. Reyna að opna Fjölnisliðið aðeins og finna svæði. Algjör og þarf að vera eitthvað að drífa sig. Maggi. Ámása. Halli. Fínt. Og inn vel gert, heyrðu, dómar. Nei, Er það? nei. Ég er ekki viss. Sýndist það nú samt sko. Gæti alveg verið hann að vera með aðeins. Búkin aðeins fyrir hennar. Kannski svona hálfan með, neða svona aðra löppina. Þetta var fín hugmynd. Já, algjörlega. Það var líka fínt uppspil. Náðum þetta. Það kemur Hansi. Er það aftur að sama? Í gegnum. Gegnum allan pakkan. Nei, við vinnum hann allan. Vel gert að Tuma hana. Finnur Andri. Það gera hann. Sko, þeir eru ekki að gera þetta nógu vel þegar Andri er að detta niður. Nei. Þá þurfa kantarnir svolítið að koma inn í framherjastöðuna, sko. Algjörlega. Þeir eru bara svolítið utalega á vellinum, sko. Já. Það er náttúrulega, það veist. Það er auðvitað að segja þetta sko. En það er náttúrulega eftir að spila 10 móti 11. Þá verða öll hlaup lengri og þetta. Þeir þurfa náttúrulega að passa á það líka að reyna að vera þéttir og ekki skilja eftir svo mikið pláss að boltinn skildi tapast. Nei, alveg rétt. Þannig að hérna. Það var Halli. Skiptingin aðtalið. Fín skipting hérna. Frábær skipting, Halli. Mási kemur sendingu fyrir og skallinn, frábært mark. Fín sending hérna frá Mása. Drullu vel gert. Hann ekki Halldór. Halldór Bjarki. Halldór Bjarki að skora hérna fyrir okkur framara. Það er markið komið. Ríka lána með þetta. Þetta var geggjað mark. Já. Bara versta staðan er 5-1. Já. 5-1 er þó betur en 5-0 sko. Jú, og Halli fara allan að mark. Já. Við horfum á Björn til hliðarnar. Já, nú er bara að reyna að skora annað. Já. Og reyna að fá ekki á sig fleiri. Nákvæmlega. Vinna seinni hálfleikinn. Já, einmitt. Nei, ekki neitt. Fínt þarna hjá Mása, vinnur vel tilbaka en fær hérna hjálpina. Áfram með leik, dómari. Ekki flauta í flautunni frá óþarfi, sko. Kristoffer en þá eitthvað að kvenka sér hérna á miðunni á Fjölni. Með Gummi. Já, Gummi fyrir ekki. Fjölnis legend. Já, einmitt. Við erum ekki búið aftur í gráin fyrir að hafa klúrað þessu. Nei, Tumi. Ok, alltaf læg, hotspinna. Ekki, kemur hann út af. Það er sérstaklega vandræðilegt það sem er uppalinn Fjölnis og Gráhúsbúi sko. Nei, maður dæmir það ekkert. Nei. Framar í og hár. Jú, mikið rétt. Það eru Fjölnismenn sem eiga hér hotspinnu. Þá er bara að skalla þetta í burtu, drengir. Koma þessu í burtu. Já. Það er Jóel. Hann er bara flottur sem er kominn inn í hálfleik. Já, og þarna er Benni á. Já. Ger þetta vel. Það er Tumi. Tumi er aftur á Benna.
Já, Gert það Jóel. er gert hjá Jóel Það voru að menna Andri. að sækja. Þessi sending ekki alveg nógu först hjá honum, en innkast sem við eigum. Ágæti sókn, Já, samt sem áður. Fínt að koma boltanum hinum inn. jú. Þá kemur Jóel með innkastið. Halldór aftur á Jóel, Jóel. Hey! Þetta Elías Ingi. Það er að kíkja undir þessa svörtu treyju og sjá hvort maður sé gula treyju. Það, sko, já. Það síður á honum nonna hana þegar hann inni, þegar hann er ekki... það er ekki langt í það að fara að hjóla í hann, sko. Ég skýra bara vel maður. Stundum er hægt að kenna dómarum, stundum er það hægt, sko. Stundum. Vel gert hérna, hann tekur Halli boltan, en Fjölnismenn komu boltan út fyrir, innkast. Þá mætir Jóel á vettvang. Fjölnismenn að, bara hendi tvöfalda. Skiptingu síns mér. Já. Það eru Atli Fannar Hauksson og Jóhann Árni sem eru að fara að kíkja inn á völlinn. Já. Skiptingin hérna hjá Magga en kannski ólangur en nær byggjanum. Nei. Hann náði honum, sparkaði honum bara aftur fyrir. Aftur fyrir, þannig að markspyrna fyrir Fjölni. Já. Vel gert hjá Jóel. Kemur Hansi. Hvað gerir hann? Fær hann inn út á Vilhjálm. Vilhjálmur reynir sendingun hérna, já, sem að Viktor. Heyri, dómari. Nei, hann var aldrei líklegur til að fara að flauta þarna. Það flautaði ekki á þann. Maður svo sem veit aldrei hvað hann gerir. Hvað hann Elías tekur upp á. Elsku kallinn. Grúni. Áfram með þetta bara, vel gert Maggi. Finna menn. Leitum bara tilbaka, allt í lagi, Jóel. Tumi. Þannig að segja það, þessi seinni hálfleikur eru búin að vera mun betur en svo fyrri. Já, ég er alveg sammála þér. Þetta er... Við erum allan að fá tækifæri til að spila boltanum. Já, og það er einhvern veginn bara svona... Þrátt til að vera sko manni færri, að þá einhvern veginn, ég veit ekki, það er eitthvað... Manni finnst eitthvað að vera meira frétta, sko. Já. Og, nei, þetta gekk ekki á Fjölnismönnum. Við fáum boltan loksins aftur. Já. Benni. Já. Rúllar honum þarna á hann Tuma. Þá kemur Halli. Mási. Þetta er erfitt fyrir hann andra hann einn að aðtast í þeim hann. Svolítið einn og ég ekki hann að já. Kemur sendingin inn fyrir.
Æja, Tumi vel gert. Tumi gerði vel, Benni, Heyrðu, nei. Það er að Viktor Hafþórsson sem að setti hennan bolta yfir Benna í markinu. Það var ekki glæsileg sending tilbaka frá honum. Nei. Tuma og Benni lenti í smá vesinni þarna. Endaði með marki. En þá er hérna þreföld skipting á Fjölnismönnum. Þeir eru að það séu og markmaður, Já. Spalli, Sigur Páll. Já, Og bakgjörðurinn. Jóhann Árni er að koma inn og Atli Fannar. Og Arnór Breki er líka farin út af. Já. Já, staðan er 6-1 og Jú. Framarar taka enn eina spyrnu. Við erum ekki að fara að tapa 6-1 fyrir þeim í sumar, sko. Nei, það getur ekki verið. Nei. Ekki þeirra mæta, Litlar áhyggjur. ekki þeirra mæta alvöru liðinu okkar sko. Nei. Okkar besta liði. Nei. Jæja, kemur þetta góð sending hérna inn fyrir Biggi. Sendingin fyrir. Vantar menn og teig en tónina er honum Anton. Kloppi hérna. Mára Jóel, en Það má reyna. það má reyna, sko. Við erum ekki vissum að þetta hafi svona verið skot sko. Nei, ég held að þetta hafi átt að vera sending, sko. Jep. Þetta svona virkaði þannig. En svo sem alveg kannski verið ágætu sending að það hefði ykkur staðið þarna fyrir framan markmannin. Já, til dæmis. Þá kemur enn eitt boltinn frá Fjölnismönnum gegnum miðjuna en gekk ekki í þetta skipti. Þá kemur sendingin hér upp á Mása og Mási alltaf að fara að vinna þennan bolta. Komin hérna inn á teiginn, kemur sendingunum fyrir en þessi bolti endar fyrir aftan marki Halldór Bjarki. Bjarki, já. Náði ekki að gera neitt úr þessu. Fínasta hlaup hjá honum Mása samt sem áður og Já. fínasta sending. Skiptingin hérna yfir og þetta er hornspyrna. Þeir eru mikið í þessu langabolta upp á fljóta leikmenn og Já, treyst á hlaupin frá þeim. jep, Þannig að spyrna og þetta er Jóel aftur færir þennan bolta fram en Fjölnismenn aftur og sendingin þetta inni, er þessi skalli var alltaf fram með markinu. Já, Nonni sem að hefur verið titlað sem svona meistari að finna veikleika andstæðingana. já, Þannig að það fá svona ágætis hugmyndir út úr þessum leik þar sem að fyrir utan 2 leikmenn hafa þetta svona hópurinn þeirra já. í sumar. Þannig að Þeir fóru niður einmitt. já, Áttu alveg hræðilegt síðan. það er hægt að segja það hvað voru 2 stig. Ég eitthvað þannig. Þetta Grótta að vera með ykkur aðeins fleiri eða var færri. Nei, Grótta var allavega með sigurleik sko. Já, við vorum með sigurleik Já. og Fjölnir náði ekki að vinna leik. Nei, Sorry við séum að upptöku. Ekki svolítið gaman fyrir okkur en. Já, við erum búin að vera svolítið lengi í fallbaráttunni sko. Okkur finnst alltaf gaman þegar öðru liði gengur verð. Þannig að nei, segir svona. Já, þetta var ekkert sérstætt sumar fyrir Fjölni.
síðasta. Kannski einfallega ekki nógu sterkur hópur. Nei, enda, þú veist, ég meina þeir sko fara upp úr inkasso-deildinni eins og hétt þá sko, upp í Pepsi og styrkja sig ekki neitt. Nei, styrkja sig ekki neitt. Og mistu 2 leikmenn sko. Nei, jú, það ekki, náttúrulega mistu fyrirliðan sinn. Já. Heyrðu það ekki svolítið ekki inn, nei. Og það náttúrulega, sko, það var eiginlega bara vita fyrir. Og það var ekki mikið að fara að vera að frétta. Mistu Begga. Já. Það hana. Já. Jú, svo náttúrulega hans, hvað heit hann sem fór í kórdrengi aftur? Albert. Albert. Já, mistu Albert. Þannig að það fór, og það var engin styrking, þannig að hann var svo sem vissi það alveg að þeir eru alltaf. Já, kannski ekki að fara að vinna deildina. Nei, en kannski ekki vera að berjast um sæti þarna. Nei, maður kannski bjóst ekki alveg við svo slöppum árangri, sko. Nei, kannski ekki alveg. Nei. Því leikurinn sem ég fór á fyrir spilum út í Víkingarna í byrjun tímabils, þá spiluðu þau bara heldur vel. Sko. Já. En þú veist, svo má náttúrulega líka alveg færa rauk fyrir því, þú veist, þetta var bara flottur séans fyrir unga leikmenn og fín reynsla og allt það, sko. Þannig að ég meina... Já, þeir verið náttúrulega bara algjörlega að berjast við okkur toppsæti í sumar, sko. Allan daginn. Þú veist, þeir eru velspilandi lið, flotti leikmenn og allt það. En hérna... Kannski ekki bara heima í Pepsi? Nei, allavega, þú veist, það vanta eitthvað upp á, sko. Algjörlega. Það verður skemmtilegt að sjá hvernig ég ætla að segja að við berjumst við allavega Fjölni og Gróttu í... Nei, við erum nú ekki vissir þetta með Gróttu. Nei. Kannski... Hverjir fóru? Leiknir og Keflavík fóru? Leiknir og Keflavík fóru upp, já. Skildi IPVF eftir sem að engin bjóst við að myndi vera ennþá í inkasso-deildinni. Nei, í lengjudeildinni, sorry. Nei, það er rétt, sko. Svo veit maður ekkert hvernig IPVF verður í sumar, sko. Nei, Gary Martin er kannski að fara. Ég hef heyrði einhvers staðar að hann var að fara til Selfossar. Gary Martin verði, sko, maður veit ekkert. Hann vill vera í Pepsi en svo vill hann vera það sem hann fari borgað og svo vill hann alltaf fara til útlanda. Þetta er svona... Nei, dómari. Það er svona... Sagan endalisa með þann mann, sko. Kannski fá hann bara Samirina? Nei. Nei, kannski ekki vilja hann ekki. Ég ætla ekki fyrir minn smekk, sko. Nei, en samt flott leikmaður. Já, ég ætla ekki að taka það á hann, sko. Kannski bara of stór fyrir liði. Já, ég veit ekki, sko. Kannski of góð Messi, ég meina. Já. Gekk ekki vilja honum í BVF í fyrra. Nei, alls ekki. En hvað er þetta með Fred? Hann kemur aftur, hann er í sumar. Jú. Er það ekki? Já. Jú. Og allt einmitt eins og við erum líka að segja, vantir náttúrulega bara besta mannin okkar. Já. Svo náttúrulega Kyle, hann skrifaði líka undir líka. Já, Kyle, já, geggjað. Nei, raunin erum við með, við heldum sömu liðin nema Hilmar fór aftur heim. Hilmar fór aftur heim og svo náttúrulega Unnar í Fylki. Já, Unnar í Fylki. Annars er bara hópurinn eins. Já, svo bættist Óskar við. Óskar. Já. Og einhver annar, nei? Indri, já. Indri náttúrulega. Hvernig getum maður gleymt því? Hann er komin aftur. Hann er komin aftur. Þannig að... Það verður skemmtilegt að sjá hann og bróðir hans spila saman í sumar. Það er, já, nú er ég að hugsa, af hverju eru Framararnir ekki að stíga upp á móti þeim? Það er einhver þreyta farin að segja til sín, það er spurning. Þá vinnur Andri boltan við gert, heyrðu. Kemur á strauginu hérna, kemur sendingunni hérna út á Mása og þá er Mási komin inn í teginn. Hvað ætlar Mási að gera? Að missi boltan hérna. Svolítið óviss, erfitt að hlaupa 2 og vera svolítið óviss með... Já. En ég meina, hotspinnu, þetta gert eitthvað úr því. Ekki það er ég endur verið viðkynni, ég verður aldrei sé að lítið framlið spila. Marga litla menn. Þetta er ungt eða? Nei, lágvaxna menn, sko. Já. Þannig að miðað við, sko, þú sér Fjölnið, þá er þetta allt bara svolítið stóri gæjar, sko. En Andri getur skalla, ég veit það. Og Maggi Snær líka, sko. Já. Jóel líka, já. Bara eiga 2 skalla hérna í burtu. Já. Kemur spyrnan hérna, en koma þessi burtu og markmaðurinn grípur vel inn í þarna. Það er að Halldór gerir þetta vel. En þarna er
eins og svo oft áður í þessum leik, engin blátreyja. Nei, Hann Hára Andri, hann hættir aldrei. hann hættir aldrei. Nei, Algjör vinnuhestur. já, Ekki mikið hægt að kvarta undan honum í dag þar sem hann Nei, hefur alls ekki fengið tækifæri til að sína sig. alls ekki. Hann er búinn að gera, þú veist, það sem hann hefur gert hefur hann gert vel. Nákvæmlega. Hún hlaupar rosalega mikið og hérna. Hann er búinn að gefa allt í þetta. Já, ég meina, algjörlega. þú veist, Það er ekki hægt að kenna frammýra í liði sem að færa á sig 6 mörk. Nei, svo sannarlega ekki, sko. En þá er það Fjölnismenn sem koma enn upp völlinn. Fá hann aftur auðvitað í gegn. Snýr hérna af sér Jóel, reynir hérna sendinguna fyrir, en Gert Tóni. Anton las þetta ágætlega, kemur hérna með Skemmtilegur sendinguna á Andra. Andri kemur hérna á ferðinni, reynir hérna fara utan á Vilhjálm, gekk ekki. Já, sko, frá markaskorar þá fram. Ég bara hreinlega veit það ekki. Nei, einmitt eins og Áki segja, getum við ekki verið meira saman með markaskorarna fyrir svona skorað fyrir Fjölni, en ég veit að allavega Halldór Bjarki skoraði fyrir fram. Já, Halldór Bjarki skorar fram, ég veit að Viktor er búinn að setja allavega 2 fyrir Fjölni. Kristófer. Kristófer er búinn að setja 1. Svo náttúrulega Orri. Já, Orri með 1. Orri með 1. Við erum komið 4, nei, við erum komið 3 hérna, 4 mörk. Ég bara veit það ekki, sko. Ég veit ekki alveg fyrstu mörkin, ég veit að... Nei, við náttúrulega vorum ekki, sko, við vorum ekki að lýsa í fyrri hálfleik, þannig að við vorum meira að pæla í því hvernig getum komið hljóðin að stað aftur það. Það var meira vesinni, sko. Já, svona meira heldur en að fylgja svona eitthvað almennilega með leiknum. Þannig að hérna, við byggjumst bara velvirðingar á því að vita ekki markaskora Fjölnis. En það er ekkert Fjölnisfólk, þið vonandi fyrirgefa okkur það. Það var nú fáralt að Framararnir fara nú að væla markaskorana Fjölni, sko, þannig að... Já. En við náum að koma 4. Við náum að koma með 4. Þannig hérna. En svo er bara örugglega hægt að senda á Ása hérna. Kannski veit Ási. Ási veit það örugglega. Hann er á lyklaborðinu. Kalla hérna niður á bekkinu á Fjölni og spyrja á hverju skoru. Verið nær mönnunum eitthvað mikið. Nú koma Fjölnismennirnir aftur, Framararnir. Það eru dottnir voðalega aftarlega velli, en Andri fremsti maður er, já, hann er svona miðju og vítategs fram. Jep. Fyrir hann auðvitað framjá og það er komin sókn aftur hjá Fjölnismönnum. Sendingin hér, en Hotspinna. Tumi fyrir þessum bolta. Kemur spyrnan hérna inn og það er skallað í burtu af Mása og skotið. Viktor hérna með skotið, en þetta skot vel yfir. En ef einhver hefur áhuga, þá er líka verið að spila í A-riðli í Reykjavíkurmótinu. Það er IR Valur. Hvernig er staðan þar? Það er staðan 0-7. Já, kemur ekki á óvart. Nei. Víkingur vann Leikni 2-0. Já. Fyrir kvöld. Rangur, dómari. Hann er ekki á sömu. Þessi fór ekki inn, áfram með þetta, vel gert. Þetta var endar fárlega vel gert, en ég er alveg viss hann hafi verið nástaðast. Já. Heyrðu. Kemur langur. Andri eitthvað kvart í dómaranum. Andri er eflaust að biðja peysutögu eitthvað. Já. Það er mikið rifið í hann, sko. Já, hann náttúrulega, sko, hefur slæma reynslu af því. Já. Þannig að, hérna, ég skil alveg ef það hefur verið að rífa í treyjuna og hann fer að staða, hann verði reiður, sko. Algjörlega.
Komum strákar. Já, vel gert. Nei, fer hann aftur hann á Gumma. Já, vel gert, Mási. Vel unnið. Alveg smávesinni en Hann Maggi reddaði Snær þessu. Æ, hreinsaði hann í burtu. áfram með þetta bara. Það eru 45 komnir á klukkuna, það vorum við bara í uppbótar tíma. Þetta eru klukkurar, 2-3 mínútur og svo leiðis. Já. En hér kemur Gummi á Kristoffer. Kristoffer snýr hérna inn í teig en Maggi gerir þetta vel. Vel, já, vel gert. Hann kemur Andri. Eini maður sem leipur upp með um Halli. Já, Þá erfitt fyrir Andra að gera eitthvað með bolta. fær enga aðstoð þarna en þá flautar Elías Ingi þennan leik af. Loka tölur hér 1-6 Fjölni í vil. Ekki okkar besti leikur en eðlilega manni færri frá miðjan fyrri hálfleik. Þetta var erfitt eftir að missa mann út af velli. Já, Þannig að- algjörlega, þetta. Og það má ekkert kenna þeim þetta. Þetta er Nei. bara góð reynsla. Já, og þeir spiluðu fantafína Já. fótbolta hérna í seinni hálfleik, skoruðu eitt mark eftir flotta sókn. Þannig að þetta er bara góð reynsla fyrir strákana og þeir koma sterkari tilbaka á laugardaginn móti KR. Algjörlega. Þá bara, ég veit ekki, verðum við þar? Það er spurning, það er vonandi. Nei, við erum ekki. Já, þetta er á gerfi. Já, við erum ekki vonað því. Það verður örugglega engin staður til að vera inni með Útsendingu. útsendingum, skilur. Það geti verið myndavælinn, ég veit það ekki. Já, en allavega við þökkum kærlega fyrir áhorfið hér í kvöld og bara Já, takk fyrir. takk fyrir. Bless, bless.